Viljiði gjöra svo vel og kalla inn þá sem eru frammi, vilja fundarmenn fá sér sæti, gjöra svo vel. Við skulum halda áfram með sömu reisn eins og fram að þessu og ljúka fundinum. Nú eru ályktanir og hinn stóru mál sem allir þurfa að vera sammála bara gjöra svo vel og fá ykkur sæti og hlýða á varaformann bandalagsins kynna tillögur stjórnar að ályktunum fundarins. Já, ég ætla aðeins að segja aðeins áður en ég les ályktunirnar. Við í framkvæmdastjórninni, við erum búin að ræða að við verðum að hafa 2 ályktanir af því að þetta eru bæði stór og mikilvæg mál og það er ekki hægt að velja aðra hvora. Þannig að ég vona að við fáum gott samstarf við ykkur og þið lesið yfir ályktanirnar og þær verði samþykktar. Þannig að við séum með skýr skilaboð til stjórnvalda. Og núna ætla ég að byrja á að lesa ályktun aðalfundur ÖBÍ vegna yfirfærslu þjónustu fatlaðra til sveitarfélaga. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn á Grand Hotel Reykjavík laugardaginn 22. október 2011 ályktar yfirfærslu á þjónustu fatlaðs fólks frá ríki til sveitarfélaga sem átti sér stað 1. janúar 2011. Ljóst er að þau varnaðarorð sem að Öryrkjabandalag Íslands hafði uppi yfirfærsluna hafa öll komið fram. Þrátt fyrir undirritun samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks fyrir 4 árum er langt í land að fatlað fólk njóti þeirra mannréttinda sem því ber samkvæmt stjórnarskrá og alþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að. Nauðsynlegt fé hefur ekki fylgt málaflokknum og hið svokallaða SISMAT hefur ekki þjónað þeim tilgangi sem því var ætlað. Búsetumál hluta fatlaðs fólks eru enn í ólestri, húsaleigubætur hafa ekki fylgt verðlagi nokkurra ára skeið og verða ráðstöfunartekjur því sífellt minni hjá fólki sem nú þegar hefur lítið handa í milli. Ekki hefur verið mótaður farvegur fyrir þá aðstoð sem framkvæmdastjóður fatlaðra sinnti og kemur það sér mjög illa fyrir hagsmunasamtök og félög fatlaðs fólks. Öryrkjabandalagið hefur staðið fyrir fundarröð þetta ár og náð þannig að kynna stöðu mála allt land. Ljóst er að vilji er fyrir hendi að gera betur í þessum málaflokki og er bandalagið tilbúið að taka þátt í þeirri uppbyggingu á grundvelli mannréttinda og jafnræðis. Ekkert okkur án okkar. Þá hefur ályktunin verið kynnt. Vilja fundarmenn tjá sig þessa ályktun? Gerðu svo vel. Fundarmenn, þessi tillaga hefur að geyma leiðinlega málvillu í 2. málsgrein sem gerir það verkum að ekki hægt að samþykkja hana og senda hana frá sér óbreytta. Þar segir, ljóst er að þau varnaðarorð sem Öryrkjabandalag Íslands hafði upp yfirfærsluna hafa öll komið fram. Sem sagt, varnaðarorðin hafa öll komið fram. Þetta er rangt mál og þarf að laga. Takk fyrir.
Fleiri sem vilja tjá sig ályktunina? Guðjón? Míkrafón, takk. Takk. Ég vil fyrsta lagi vara við að vera með 2 ályktanir. Frekar að fækka orðum og hafa þetta eina. Stjórnmálamenn kunna bara ekki að lesa meir en A4. Það bara úti lokað. Og svo finnst mér að þetta mjög svona neikvæð nálgun á hlutunum. Og ég skil til dæmis ekki með þetta SIS-mat. Af hverju það hefur ekki nýst, af því að ég veit að sveitarfélögin ætla sér að nota það. Og svo langar mig að vita hvaða varnaðarorð voru þetta. Mér hefur fundist eins og að ÖBÍ hafi hreinlega verið á móti öllu. Alveg sama hvað er. Þannig að það væri gott að fá nokkur atriði varnaðarorða fram. Takk. Já, þakka þér fyrir. Hvaða varnaðarorð voru þetta? Ein ályktun en ekki 2. Fleiri ábendingar? Vilja fundamenn að við gerum grein fyrir, að varaformaður gerir grein fyrir seinni ályktuninni? Eða í ljósi þess? Gerðu svo vel. Já. Garðar? Það er ein lítilsháttar breyting hér. Það er í lok 3. málsgreinar ekki verið mótaði farvegu fyrir þá aðstoð sem framkvæmdasjóður fatlaðra sinnti og kemur það sem er illa fyrir hagsmunasamtök og félög fatlaðs fólks. Auðvitað hafa þau fengið peninga en þessi sjóður var fyrir þá sem muna nokkur ára aftur í tíman og lengra að þá var þetta megin sjóðurinn til uppbyggingar almennt í málaflokknum í landinu, þannig að ég held sé mjög mikilvægt að segja og kemur það sér meðal annars mjög illa, því að þetta var að gríðarlega mikið, ef þetta er engum lesið svona þá er eins og við áttum okkur ekki á því hvað framkvæmdasjóðurinn var mikilvægur. Þetta er svona, ég held að þetta sé mikilvægt að setja þetta inn. Takk. Takk. Frímann? Góðu félagar, þetta er nú bara hljóma eins og ræður hjá sjálfstæðismönnum á þingi gagnvart Vinstri grænum, að þeir sé á móti öllu, að öryrkjabandalagið sé á móti öllu. Öryrkjabandalagið hafði áhyggjur á þessum málaflokki og vöruðu við því að þarna yrði ekki nægilegt fjármagn sem að fylgdi þannig að sveitarfélögin gætu bætt þjónustuna eins og þyrfti, því það var fyrirliggjandi að samningur Sameinuðu þjóðanna væri að komast í gegn og því var bætt inn í samningi um sveitarfélögin, þau ættu að taka tillit til hans. En þau hafa engan pening til þess. Og það var líka persónustýrða, eða hvað heitir NP, eða hvað heitir, persónustýrða þjónustu, að í raun hafa sveitarfélögin ekki mikið svigrúm til þess að taka það, bæta þjónustuna og auka það. Öryrkjabandalagið vara við því að þetta vantaði að gera ráð fyrir því að þyrfti að fylgja fjármagn til þess að gera þessa hluti. Það er ekkert verið að móta öllu, það er bara að ætlast til þess að það sé tekið tillit til þess kostnaðar sem að fylgir því að færa málaflokkinn, því fyrir séð var að það yrði kostnaðarauki ef að þjónustan ætti að fara áfram í þeim farvegi sem að Öryrkjabandalagið hafði krafist og til dæmis MND-félagið persónulega þjónustu og þetta er svo
Þetta er ekki spurning um að vera mótöldu, menn bara gera ákveðna kröfur og vilja þar séu uppfylltar. Það var ekki gert og þess vegna var vara við þessu. Það var miklar deilur í nefnd bakhóp hjá öryggisbandalaginu þessa yfirfærslu en niðurstaðan var svo að það var ekki verið að setja sig upp á móti þessu, en það var gerðar sett varnaðarorð og gerðar kröfur hvað þyrfti að vera til staðar og það var ekki farið eftir því. Það er ekki verið mótöldu. Það er alveg á hreinu. Og menn hefur gera svona neikvæðir sín samtök. Það er mjög þreytandi að hlusta á það endalaust. Hvað er fyrir? Fleiri sem vilja tjá sig? Stutt athugasemd frá Guðjóni. Leyfið mér að fullyrða. Ég neitaði að vera neikvæður. En ég bara vil að við séum að hvetja sveitarfélögin til að gera betur af því að þetta er eins og samráð hugleysi. Þeir þora ekki að prófa eitthvað nýtt af því að við höfnum á því að þetta sé svo dýrt. En NPA til dæmis mun spara fé í mörgum tilvikum. Þannig að samráð sveitarfélagana hugleysi ætti að banna með lögum. Þakka þér fyrir. Fleiri? Gerðu svo vel. Emil? Góður félagar, ég ætla að halda mig við þessa tillögu, þessa ályktun og þessi gagnrýni varnaðarorðin er alveg rétt og ég legg til að þar komi inn að þeir fyrirvarar sem að í stað þau varnaðarorð þá komi þeir fyrirvarar sem Öryrkjabandalag Íslands hafði yfirfærsluna hafi allir verið á rökum reistir. Þessir fyrirvarar voru nokkrir og hafa verið raktir í fundaröð meðal annars þetta. Ég ætla ekki að fara neitt djúpt í það. Frímann hefur komið inn á það var að fjármagn fylgdi, undirbúningur væri ekki nægur, sveitarfélögin væru sum ekki viss hvað þau væri að taka yfir, hvort þau væri að taka yfir bara hluta af málefnum fatlaðra og þar fram eftir göttunum. Og dæmið framkvæmdasjóðinn hér er líka gott dæmi það að þarna er hlutverk sem var, eða réttara sagt úrræði sem var hægt að leita til sem er algjörlega í lausu lofti. Á það var bent að það þyrfti að tryggja áframhaldandi aðgang að einhverju svipuðu úrræði. Ég tek undir það sem að Garðar sagði með framkvæmdasjóðinn, við þurfum að hnykkja betur á honum. Ég er ekki með lausn á því, en annars finnst mér þetta vera, annars vegar erum við að gagnrýna nokkuð sterkt og það getur ríkisvaldið tekið til sín, það geta sveitarfélögin tekið til sín, en við opnum þetta hins vegar í lokin með svolítið jákvæðum huga. Við erum tilbúin að vinna að því að gera þetta betra og ég er mjög hrifinn af því. Takk. Þakka þér fyrir. Fleiri ábendingar? Já, ég held að þetta sé bara að verða ágætt. Það eru komnar, held ég, lausnir og góðar ábendingar hvernig þetta má betur fara. Það er annars vegar hér segir ljóst að þau varnaðarorð sem Öryrkjabandalag Íslands hafði yfirfærsluna hafa öll reynst réttmæt, benti Sigmar B. Hauksson á og síðan ágæt tillaga frá Emil að þeir fyrirvarar hafa allir verið á rökum reistir. Og ég vil leyfa mér að setja þetta í hendur á
á framkvæmdastjórninni. Í ljósi þessara umræðna eru tillögu menn sáttir við það. Það var mikilvægt að fá fram þessa ábendingu frá Birni. Jú, og ég held að það sé mikilvægt og það hefur verið tekið undir það að bæta inn þessu hér. Ekki hefur verið mótaðar farvegur fyrir þá aðstoð sem framkvæmdasjóður fatlaðra sinnti og kemur það sér meðal annars bætti Garðar við mjög illa fyrir hagsmunasamtök og félög fatlaðs fólks. Eru fundarmenn sáttir við þessar í raun og veru minni háttar breytingar og síðan skulum við vænta þess að sveitarfélögin fari sitt samráð ekki hugleysi heldur takist á við þetta verkefni og eins og Emil bendir á í niðurlagi ályktunarinnar að við verðum leið jákvæð gagnvart þessari vinnu sem framundan er. Ég ber upp tillöguna með þessum breytingum sem koma hér fram á skjánum og leyfi mér að vona að fundarmenn séu sáttir við að framkvæmdastjórnin finni besta orðalagið á þessari málvillu sem réttilega var í textanum og bæti við þessu litla orði eða skammstöfun meðal annars. Þeir sem eru samþykkir þeir sem samþykkja ályktunina svona breytta, gjöra svo gefa merki. Takk fyrir, einhverjir á móti. Tillagan samþykkt samhljóða. Þá gerir varaformaður grein fyrir seinni ályktuninni. Gjörðu svo vel. Já, áður en ég byrja að lesa þessa ályktun, að þá vil ég minna fólk á aftur að aðal ástæðan fyrir að við erum með 2 ályktanir er að því að þetta eru 2 óskild mál. Stjórnsýslu stig sem að við erum að vinna með. Það er annars vegar sveitarfélögin og hins vegar ríkið. Ok, nú ætlum ég að lesa seinni ályktunina. Það er vegna fjárlaga ríkisstjórnar Íslands fyrir árið 2012. Aðalfundur Öryrkjabandalags Íslands haldinn á Grand Hotel í Reykjavík laugardaginn 22. október 2011 ályktar fjárlög íslenska ríkisins fyrir árið 2012. Fjárlög fyrir árið 2012 bera með sér að þær réttindaskerðingar og sá niðurskurður sem hófst í janúar 2009 í því velferðarkerfi sem við búum við verður ekki bættur að sinni. Samkvæmt 79. grein stjórnarskrár lýðveldis Íslands og með hliðsjón af þeim alþjóðlegu mannréttindasamningum og sáttmálum sem Ísland er aðili að er kveðið á að tryggja skuli fólki viðeigandi lífsafkomu þannig að hægt sé að lifa með reisn. Ekki verður séð að gert sé ráð fyrir því í fjárlagafrumvarpi sem fyrir liggur og skorar ÖBÍ á þingmenn að endurskoða frumvarpið í ljósi þess. Öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum frá 2008 varðandi lyfja- og lækningskostnað, sjúkraþjálfun, hjálpartæki og fleira og því enn þrengt að þessum hópi. Samkvæmt 28. grein samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks viðurkenna aðildarríkin rétt fatlaðs fólks og fjölskyldna þess til viðunandi lífskjara þeim til handa
meðal annars viðunandi fæðis og klæða og fullnægjandi húsnæðis og til sífellt batnandi lífsskilyrða og skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja og stuðla að því að þessi réttur verði að veruleika án mismununar vellar fötlunar. Viðunandi lífskjör eru sjálfsögð mannréttindi. Samkvæmt Hæstarétti ÖBÍ málsvari öryrkja og býður sig því fram til að finna leiðir til að lagfæra það óréttlæti sem hér hefur viðgengist áratugum saman í málefnum öryrkja og fatlaðs fólks. Við hvetjum því ríkisstjórn sem vill kenna sig við velferð að taka í framrétta hönd Öryrkjabandalagsins og vinna að samfélagi fyrir alla með mannréttindi og jafnræði að leiðarljósi. Ekkert okkur án okkar. Takk fyrir, þá seinni ályktun verið kynnt og ég gef orði laust hana. Gerðu svo vel. Sælur, þetta fín ályktun. Svona smáatriði bara, kannski smekksatriði, veit það ekki. Í annarri málsgrein ekki verður séð að gera sér ráð fyrir því fjárlagafrumvarpi sem fyrir liggur og skorur upp á alþingismenn, ekki þingmenn, alþingismenn, af því við erum það eru til alls konar þing. Þannig að mér finnst alþingismenn þurfa að standa þarna. Síðan höldum við áfram. Öllum viðmiðunartölunum í félagslegu stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum frá 2008. Þrátt fyrir verðlagshækkanir eða almennar verðlagshækkanir í samfélaginu, verðlagshækkanir almennt. Að það komi fram að það eru óbreytt frá 2008 en á nokkuð finnst þetta erfitt út af auðvitað almennum verðlagshækkunum. Ég veit ekki alveg hvernig orða það en ég myndi vilja koma inn verðlagshækkunum einhvern veginn inn í þessa síðustu klausu. Síðan ef við förum í síðustu málsgreinina í annarri línu þá stendur málsvari öryrkja og býður sig fram. Þarna sögnin að býða fram á gangi en við ætlum að bjóða fram aðstoð okkur ekki satt þannig það uppsilon í býður. Anna var það ekki, takk. Takk fyrir. Björn? Já, ég vek athygli á því að það í byrjun talað fjárlög, í tvígang, en síðan kemur í ljós að það verið að tala frumvarp til fjárlaga. Og svo fyrir neðan neðstu greinaskil, að það sagt samkvæmt Hæstarétti. Það nú ekki íslenska, það samkvæmt dómi Hæstaréttar. Takk fyrir þetta. Garðar? Ég tek undir þetta sem kom fram hérna síðast. Mér finnst, þetta varðandi síðustu málsgreinina, það sem minnst verst við hana, mér finnst hún ekki reynda vel orðuð og þetta sem að Björn bendir á, þetta alltaf ekki alveg gott mál, íslenska. Að það stundu talað okkur og áður fyrir að tala við okkar samtökum, þá sem minna mega sín. Ef einhver hefur efast það og hugsað í þá veru, þá finnst mér þessi tónn í síðasta paragrafinu, síðustu málsgreininni, vera sending frá fólki sem upplifir sig þannig að það megi sín minna, ekki að tala á jafnréttisgrundvelli við viðmælanda sinn. Við þurfum ekkert að, samkvæmt dómi Hæstaréttar, við þurfum ekkert að, við erum með dómi Hæstaréttar, við erum ekkert í þeirri vígstöðu að þurfa að vera að klifa á því þarna og að bjóða sig fram til að, og bara hugsunin í því, til að leiðrétta óréttlæti sem að viðgengist hefur áratugum saman. Við erum að upplifa núna síðustu misserum einhverja æðisgengnustu árás sem gerð hefur verið á kjör öryrkja á öllum vígstöðum og að vera að dreifa högginu svona með því að tala áratugi aftur í tíman að það bara verið að draga, þetta dregur athygli frá kjarna málsins, auk þess sem að margt hjá ríkisstjórnar sem var á undan frá svona 2000 fram til 2007 voru uppbyggingar og framfærir á ýmsum sviðum.
Ég sé ekki að þetta sé til bóta og ég held að það væri líka myndi bara stytta og gera hana hnitmiðari þessa ályktun. Ef við segðum bara, hefðum fyrstu setningu viðunandi lífskjör sjálfsögumannréttindi og myndum svo bara vinda okkur beint í að hvetja ríkisstjórnina til að sem kenni sig við velferð. Já, menn geta, ég finnst að framrétta hönd, mér finnst að hún megi nú alveg fara, sko, það nú, sko, mér finnst hún vera þeim meiði sem ég var að tala þennan tón, bara hvetja ríkisstjórn til að sem kenni sig við velferð, að vinna samfélagi fyrir alla með mannréttindi og jafnræði að leiðarljósi. Sko, þetta sem færi út, það bætir engu við, það hjálpar ekkert, það gefur bara svona svolítið aumingjarlegan tón og dregur úr högginu, auk þess sem áratugir aftur í tíman. Við erum að tala ástandi núna, við erum meira sér að tala sko, frumvarp til fjárlaga. Þannig að ég held að við myndum bæta forða miklu skáð, við myndum ekki gefa rétt skilaboð að vera með þennan tón í lokin, ef við getum stytt þetta og þjappað þessu. Takk. Þakka þið fyrir. Fleiri ábendingar? Guðjón? Já, ég tek undir þetta. Við erum nógu miklir aumingjar þó við séum ekki að tífa á því fyrir aðra og eigum að standa í fæturnar og upprétt. Þakka þið fyrir brýninguna. Fleiri? Gerðu svo vel. Ég heiti Daniel Björnsson. Mér finnst endilega við eigum að hafa ályktun aðalfundi Öryrkjabandalags Íslands vegna fjárlaga frumvarps íslenska ríkisins. Þetta er ekki orðið af frumvarpi. Og eins fjárlaga frumvarp eða frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2012. Akkurat. En ekki hafa þetta svona fjárlag fyrir árið 2012. Nei. Þetta er hvorki orðið af frumvarpi eða af lögum. Takk. Frumvarpið er komið fram en það er ekki orðið að lögum. Rétt. Fleiri ábendingar og athugasemdir? Mér skilst að það eigi að vísa í 77. grein, Lilja var að benda mér á það, stjórnarskrárinnar, en ekki 79. og við munum breyta því. Það er síðan komið fram hér athugasemdum að það standi ekki þingmenn, heldur alþingismenn, og það er komið inn í textan. Og síðan ágætt tillaga það að stytta loka. Nei, og svo líka með ofar í fyrstu málsgrein varðandi lyfja- og lækniskostnað, almennar verðhækkanir. Já, fyrir ekki, ég Já. Sá sem gerði grein fyrir þessu vill hann öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum frá 2008, varðandi lyfja- og lækniskostnað, sjúkraþjálfun, hjálpartæki og fleira og því enn þrengt að þessum hópi. Þrátt fyrir almennar verðlagshækkanir, erum við að tala um það? Jú, við getum gert það, við getum líka sagt öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum frá 2008 og innskottssetningu þrátt fyrir almennar verðlagshækkanir. Það koma í þarna fyrir. Já. Já, einmitt á lyfja- og lækniskostnað, ekki varðandi. Á lyfja. Á lyfja- og lækniskostnaði, sjúkraþjálfun, hjálpartæki. Já, á einmitt. Sjáið þið þetta á skjánum? Svo stendur alþingisþingmenn hjá okkur. Já, það er nú svona. Það er svona smáatriði. Já. Ok. Í önn dagsins. En loka kaflinn frá Garðari. Síðasta lestu bara alla greinina. Viðunandi, já, Viðunandi lífskjör eru sjálfsögð mannréttindi. Við hvetjum þá ríkisstjórn sem vill kenna sig við velferð
að vinna að samfélagi fyrir alla með mannréttindi og jafnræði að leiðarljósi. Já. Er ég nú að segja bara þrátt fyrir verðhækkanir á lyfja og lækniskostnaði? Því að almennar hækkanir á lyfja og lækniskostnaði... Annars vegar í almennar verðlagshækkanir... Já, en í þessu samsetningu er almennar verðhækkanir á lyfja og lækniskostnaði. Almennar er orðið óþarft í þessu samhengi. Ég held að það sé nokkuð ljóst. Bæta inn hérna, það hafi ekki verið almenna verðlagshækkanir á til dæmis kostnaðarþátttöku sjúklinga í sjúkraþjálfun. Það hefur bara verið meðvituð ákvörðun stjórnvalda að auka greiðsluþátttöku sjúklinga. Þannig að það gæti allir miðskilningi, maður hefur það þarna, maður þarf kannski að hafa það í loksetningarnar, almenna verðlagshækkanir, bara almennt í samfélaginu. Það er spurning. Er ekki bara flott að segja þrátt fyrir verðhækkanir á lyfja og lækniskostnaði? Er ekki rétt að þessi viðbót að hún komi í lok málsgreinarinnar? Hún hljómar vel þarna ef þú sleppir almennar. Nei, ég held hún eigi ekki heima þarna. Garðar? Sko, það er búið að segja, þannig í byrjun setningarinnar, að öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu, og það er allt þetta sem við erum að tala um, hefur verið haldið óbreyttu frá 2008 þrátt fyrir almenna verðhækkanir. Og þar er þetta að setja punktinn, sko, því að þetta er þá bara tvítekning. Já, þannig að við viljum ekki hnykkja á þessu hvaða viðmiðunartölur þetta eru. Það er verið að tala semst lyfja og lækniskostnað, sjúkraþjálfun. Ef þið eruð að tala þetta sem almenna verðhækkanir í öllu svæðinu, þá í raun og veru eru lyfja og lækniskostnað þar inni, en hins vegar má alveg skipta út orðinu varðandi og setja þær í staðinn ásamt hækkunum á lyfja og lækniskostnaði. Þá eru allar verðhækkanir á framfærsluvöru eru þar inni ásamt lyfja og lækniskostnaði. Er þar gera svo vel? Nei, hún er óskiljanleg svona. Öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum. Hvað er átt við? Já, þið veit að fólk sem er mikinn lyfja og lækniskostnað getur sótt endurgreiðslu frá Tryggingastofnun ef þeir eru með lágar tekjur, ef þetta er of hátt hlutfall af tekjum fólks. Og þú þarft ekki vera öryrki til að fá það er bara fjölskyldur almennt í landinu og þau hafa ekkert hækkað viðmiðunartekjur, það fær enginn eiginlega þessa endurgreiðslu lengur. Það er búið að frysta viðmið. Það hafi verið launahækkanir og örorkubætur hafa hækkað lítillega en þessi viðmið hafa ekki hækkað í takt við það. Og það er líka þessi að fá uppbót á lífeyri vegna mikils lyfja- og lækniskostnaðar. Þeir fá hann heldur ekki lengur svo að nú ef þú ert með 200.000 meira á mánuði þá færðu ekki að sækja þennan bótaflokk almennt. Og það er mjög margir sem komið svo nálægt tónum og sumir hafa mistað hann út af þessu. Það er örfá sem fá hann núna. Þannig að við erum svona að benda á þetta, það er verið að hækka kjör öryrkja kannski segja þær, en í leiðinu er ekkert að hækka viðmið og þá sparar á móti hjá þessum hópi. Ég hallast að því að við séum í sollum ógöngum með því að fara yfir þetta núna nema við gerum fundarhlé og setjum inn í þetta. Ég legg það nú ekki til, þannig að ég vil gjarnan að við vísum þessu til framkvæmdastjórnarinnar. Ég held að það sé mikilvægt að gera þessar breytingar á niðurlagi ályktunarinnar. En þetta myndi ég vilja leyfa mér að líta svo á, ef fundarmenn eru því hjásammála, að þetta sé útfærslu atriði sem að ég vildi gjarnan vísa til framkvæmdastjórnar. Í ljósi umræðna hér á fundinum, Garðar. Stereo. Við erum með fund í dag og stundum á ályktanirnar komið kannski á sunnudagskvöldi eða mánudegi og þá fá þær ekki sama vægi í fréttum og ég held við eigum ekki út af einni, ég held við ættum frekar að taka okkur 5 minútur og laga þetta. Það er alltaf alveg hægt að laga þetta.
Þessa setning, þetta er bara smáatriði, sko. Orðaðu þetta fyrir okkur. Ég þarf bara þá aðeins að hugsa, sko, með þeim sem að hugsa þetta. En það er yfirskriftin í þessu, hvernig hún? Hún er, sko, við vistum vera svolítið að fara svo kett í kringum heitan graut. Þetta er frumvarp ríkisstjórnarinnar, sko. Þetta er ekkert frumvarp til fjárlaga íslenska. Já, þetta er frumvarp ríkisstjórnarinnar. Frumvarp fjármálaráðherra? Já, eða þetta er... Já, það má segja það. En ég held við ættum að laga þess að segja, ég myndi stingum á því að við tökum bara einhverja... Já, ég legg bara 5 mínútna fundarhlé og þið setjist niður og þeir sem að hafa skoðun á þessu og förum yfir þetta. Vil ég ekki koma hér upp aðeins, Garðar? Við skulum einbeita okkur að því að breyta fyrst og fremst þessu sem er ekki sátt þessum 3 línum hér og fara ekki út í aðra þætti. Ég held að það væri til að æra á stöðan. Já, þau skulum við breyta. Það liggur alveg fyrir. Já. Jæja, nú er búin að fæðast lítill fugl og við þurfum að halda á spöðunum og hér er komin breytingatillaga og ég ætla að vona að fundarmenn séu sáttir við hana og ég leyfi mér að lesa hana. Og þá fellum við út það sem stendur í gömlu álitinu öllum viðmiðunartölum félagslega stuðningskerfinu hefur verið haldið óbreyttum frá 2008 varðandi lyfja- og lækniskostnað, sjúkraþjálfun, hjálpartæki og fleira og því enn þrengt að þessum hópu. Í stað þess kemur þrátt fyrir verðlagshækkanir og aukna greiðsluþátttöku fólks í lyfja- og lækniskostnaði, sjúkraþjálfun, hjálpartækjum og fleiru hefur öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu verið haldið óbreyttum frá 2008 eða þar með enn þrengt að öryrkjum og sjúklingum. Áttið ykkur á þessum, hún fellur út þessi málsgrein sem var þarna fyrir í prentu útgáfun ykkar og það kemur inn þessi nýja málsgrein eða í raun og veru 2. Vil ég lesa þetta aftur? Á ég að lesa þetta aftur? Geri það þrátt fyrir verðlagshækkanir og aukna greiðsluþátttöku fólks í lyfja- og lækniskostnaði, sjúkraþjálfun, hjálpartækjum og fleiru hefur öllum viðmiðunartölum í félagslega stuðningskerfinu verið haldið óbreyttum frá 2008. Er þar með enn þrengt að öryrkjum og sjúklingum. Já, prófarkalestur. Og svo bara veki ég athygli ykkar á síðasta kaflanum. Þarna er hann komin í stað þessa gamla og ég leyfi mér að lesa hann. Viðunandi lífskjör eru sjálfsögð mannréttindi. Við hvetjum ríkisstjórn sem vill kenna sig við velferð að vinna að samfélagi fyrir alla með mannréttindi og jafnræði að leiðarljósi. Einhverjar athugasemdir eða ábendingar þetta? Eru fundarmenn sáttir við þessa tillögu? Eigum að bera hann upp? Þeir sem eru samþykki gera svo að gefa merki. Einhver á móti? Engin á móti. Þá er ályktunin samþykkt. Og þá er komið að liðnum önnur mál. Það hafa engin önnur mál borist til fundarstjóra. Og nú er hver að verða síðastur af Frímann. Mikrofón. Ég ætla nú bara að tjá mig aðeins í svona fundarlokin. Eins og ég sagði þegar vorum í frambúðin áðan að ég hef starfað hérna í nokkur ár og lagt mitt að mörkum að einhverju leyti og þegar að kemur svo svona frambúðum og þá náttúrulega kjósa menn þá sem þeir treysta best.
og þá kemur náttúrulega ljós að af 80 manns þá ekki nema eitthvað rúmlega 20 sem treysti mér sem varamann í framkvæmdastjórn og hvað þá alls ekki sem aðramanni. Nú ég er náttúrulega verið að skoða það að þetta sé í raun ákveði kjásök á það að það sem ég hef verið að gera er ekki metið gott. Það er út af þessu ekkert í því að segja ef að það er niðurstaðan sko. Og hér er mikil þó nokkuð búið að nefna hvað framkvæmdastjórnin hafi ekki gert og ekki staðið sig. En samt er staðan svo að valdi milli aðalfunda er í aðalstjórn. Framkvæmdastjórn sér á framkvæmir það sem aðalstjórn ákveður og sér daglega rekstur. Þannig allir, fulltrúar allra félaga að setja í aðalstjórn og hafa möguleika á að leggja sitt að mörkum þar og koma með sínar tillögur og hafa sitt eftirlit. Þannig að þeir sem þar sitja og eru að gagnrýna framkvæmdastjórn, þeir eru svolítið að skjóta sig í fótinn sem er. Og en það virðist falla vel í góðan jarðveg að menn geri það. Það bara er þannig. En eins og segi, ég er ok, þetta voru mér vonbrigði og menn mig að túlka það eins og að vilja. En ég vil náttúrulega spyrja mig hvað ég hefur gerað svona rosalega klikkað og lélegt úr því þetta er niðurstaðan. Takk fyrir. Vill einhver annar hafa eitthvað uppi undir önnur mál? Ef svo er ekki, þá sýnist mér komið að lokum þessa fundar. Fyrir hönd okkar fundarstjórana þá vil ég þakka fyrir skilagan og góðan fund, sérstaklega við afgreiðslu lagabreytinga og slíkt. Þið kunnið þetta fag greinilega mjög vel og ég þakka fyrir það, lipurð og elskulegheit í okkar garð og mér er það bara svo ánægja að ég óska til hamingju nýkjörinn í framkvæmdastjórn og formanni og bið fyrir góða kveðju til hans, bata kveðjur, því mér skilst hans í veikur heima. En ég afhendi hér með fundin varaformanni bandalagsins til að slíta ykkur, bið ykkur að sitja á meðan og leyfa henni að slíta fundinum. En þakka kærlega fyrir mig og ég tala fyrir mun Tryggva líka. Það gæti skeð að við förum að hætta þessu en þetta er svo spennandi að við bjóðum okkur ekki bara fram í framkvæmdastjórn næst. Ég hugsa það. En varaformaður gjör svo vel að slíta fundi. Já, við langar bara aðeins stutt að segja í lokin. Að við bara þakka kærlega fyrir góða fundastjórn. Og takk fyrir góðan fund í dag. Við brettum upp ermarnar og kláruðum málin og það er gott að klára þau af. Plús að öll umræðan og skoðanaskiptin hafa verið mjög góð. Og umræða tillögur og ábendingar og þetta er allt saman tekið og verður skoðað. Og ég vil óska ykkur sem náðu kosningu, óska ykkur til hamingju og verið bara hjartanlega velkomin til starfa og það er alltaf gott að fá nýtt og ferskt blóð inn í ÖBÍ. Og hvernig það verður hjá ÖBÍ í framtíðinni, við höldum bara áfram og og svo er afmælisbókin að koma út og við veitum verðlaun í desember og þannig heldur bara starfið áfram og mannréttindin og annað og við fylgjumst með málum og höldum vörð réttindin okkar og verum vakandi yfir þeim og sáttmáli Sameinuðu þjóðanna og yfirfærslan og hvað er gott fyrir fatlað fólk. Ef Ísland tengist ESB, hvernig það myndi koma út fyrir fatlaða og við skoðum málin öll í heildina og að lokum
að þá vil ég bara segja við fundarstjórn og fundarritara bara hjartans þakkir að hafa góða stjórn á hlutunum í dag og líka táknmáls- og rittúlkum og svo má ekki gleyma starfsfólki ÖBI sem búið að vinna mjög mikið starf í dag og líka taka fram að fundurinn var tekin upp. Já, ok, og núna vil ég bara slíta fundi, aðalfundi ÖBI 2010, um 2010. Við slítum fundi og vil þakka fyrir góða fund og vona að þið eigi gott kvöld. Takk fyrir.